Jæja. Við tökum dæmi 6134 á blaðsíðu 213 og það má nú heldur betur segja að þetta sé erfitt dæmi. Línuritið hérna sýnir fjölda fóstureyðinga á árunum 1973 til 1984 námyndað að tug. Og í A þá er spurt, hvað voru fóstureyðingar margar 1974? Það er náttúrulega engan veginn hægt að sjá, hvar krossin er, en þetta eru víst 220. Ég kíkti í svörin, það stóð 220. Ég hefði haldið þetta væri svona 240 frekar, en við höfum það 220. B. Það er spurt hvað þær voru margar 1981. Það er líka frekar óljóst. Ég hefði haldið þetta væri svona 610. Í svörunum stendur 600, þannig að við segjum bara að þetta sé 600. Í C, þar stendur að árið 1976 hafi tekið í gildi ný lög fóstureyðingar. Og svo er spurt, hver er aukningin milli áranna 75 og 76 í prósentum? Svona ykkur að segja að þá þurfti ég að fara í prósentukaflan og leita að dæmi sem var svipað. Og mér tókst að finna eitt dæmi og þið getið kíkt á dæmi númer 2215. Þið eru væntanlega búin að læra það. Ég náttúrulega veit það ekki alveg af því að ég byrjaði svo sent, en ég býst við því að þið séu búin að læra það. Ég er ekki búin að kíkja. Allavega, ef þið kíkja á dæmi 2215, að þá getið þið séð að þetta er nákvæmlega eins dæmi. Ok, það sem við þurfum að gera er að sjá fyrst gildið árið 1975 og það er hér og ég sagði að þetta væri 280. Þetta er ekkert hvort það sé rétt, en 1975 þá sagði ég að þetta væri 280 og 1976 sagði ég að það hefðu verið 380 fóstureyðingar. Þannig að við þurfum að finna aukninguna hér. Við getum náttúrulega strax séð að það er 100 fóstureyðingar. Við skrifum því að aukning milli áranna 75 og 76 sé 380 mínus 280 sem er jafnt og 100. Það næsta sem við þurfum að gera, að við þurfum að finna prósentuna. Þetta er ekki svarið, þetta er bara fjöldin. Það er að við erum með aukning deilt í gamlan fjölda. Það er semst frá árinu 1975. Og það er jafnt og þá aukning það var 100 og gamall fjöldi það var 280. Og ef maður gerir 100 deilt í 280 þá fær maður 100 deilt í 280, þá fær maður 0,35 sinnum 100, það eru 35%.
sem er einmitt svarið í bókina.